Viktorandleg fræði, 23. kafli, vilji og staðfesta. Þó svo að hinn andlega opnun sé komin vel á veg og viðkomandi byrjaður að skynja guðsorkuna í líkama sínum, í hugleiðslum og einnig í sínum daglega lífi, þá getur komið fram vonleysi og jafnvel uppgjöf í ferlinu. Það getur gerst ef það líður langt á milli framfara sem oft á tíðum koma í stökkum. Stundum er eins og ekkert sé að gerast og svo virðist sem engar framfarir eigi sér stað. Við þessar aðstæður getur hinn vaknaði byrjað að fjarlægjast ferlið. Hægt að stunda hugleiðslu sína og bænir og þá getur komið hlé á ferlinu og eða uppgjöf. Eins og áður sagði er þetta yfirleitt hægur ferill þar sem líkami og hugur þurfa tíma til að aðlagast nýrri og hærri orku svo ekkert fari úr jafnvægi. En ekki þarf að óttast að þetta gerist of hratt því opnunin gerist aldrei hraðar en hver og einn ræður við. En það getur hægt á ferlinu eða það jafnvel stoppað sé hinn vaknaði ekki ávallt staðfastur og með þann vilja styrk sem til þarf svo að þetta megi ganga alla leið. Oft á tíðum er mest að gerast í umbreytingunum þegar viðkomandi skynjar ekkert því þá er líkaminn og hugur í umbreytingarferli án þess þó að viðkomandi skynji það. Síðan koma miklar breytingar allt í einu og orkan hefur hækkað til muna og getur skynjunin gerst hratt þegar breytingarnar koma upp á yfirborðið. Því er ávallt mikilvægt að vera staðfastur og halda fast í viljastyrkin og halda förinni áfram. Forðast skal að fara af sporinu og ávallt að halda hugsunum sínum í kærleika og jákvæðni. Forðast skal vonleysi og sjálfsvorkunn því slíkt hægir á ferlinu og leiðir lokun til uppgjafar og frestunar. Allt hefur sinn tíma. Það eru hinnir staðföstu og þeir sem halda fast í viljastyrkin sem komast alla leið. Hinnir dragast aftur úr og fresta för sinni óákveðinn tíma. Eins og áður sagði, þá munu allar sálir fara í gegnum ferlið að lokum. Þetta er bara spurning tíma. Margir lifa annasömu lífi, vinna langan vinnudag og heimilisreksturinn er krefjandi og tekur sinn tíma, en við slíkar aðstæður er gott að taka frá fastan tíma fyrir sjálfan sig og sína andlegu för og opnun. Tíma til að hugleiða og biðja og til sjálfsræktunar því slíkt mun leiða til árangurs sem mun koma jafnt og þétt. Allt er spurning forgangsröðun en eftir því sem opnunin eykst þeim mun auðveldar að verða hinn daglegu störf hvort sem það er vinna eða rekstur heimilisins. Því er til mikils að vinna að halda förinni áfram og gefast ekki upp þó svo á móti blási. En eins og áður sagði þá getur andleg opnun tekið nokkur ár upp í nokkur líf en allt er þetta undir hverjum og einum komið. Sá sem er staðfastur og leggur á sig mun að lokum uppskera og mun upplifa fullkomna andlega opnun. Hann mun flæða með guðsorkun í lífi sínu hvort sem það er í leik eða starfi og lífi mun flæða þægilega áfram án átaka og vandamálin verða léttvæg miðað við það sem áður var. Þetta er þeim opið sem hafa viljastyrkin, löngunina og hugrekkið.